Það síðasta keilusniðana sem við skoðum heitir breiðbogi eða hyperbóla á útlensku og við höfum svona tvær almennar jöfnur sem við notum og almenn jafna breiðboga sem speglast hnýta og svona, hún er á þessu formi. Hún minnir óneitanlega á jöfnu fyrir sporbaug nema að það er mínus hér en ekki plús. Og hin jafnan er á þessu formi hér. X mínus x0 sinnum þátturinn mínus y0 og þetta er fasti. Við skulum aðeins horfa á þetta hérna. Við sjáum það að við margföldum hér upp úr svigum að hér verður x í öðru líður með stuðlinum 1/i öðru og ef við margföldum hér upp úr svigum þá fáum við líka ferningslið y í öðru og stuðullin fyrir framan hann er mínus 1/b öðru, hitt eru línlega líður og fastar. Og hvað þýðir það? Það þýðir það að a-ið, hérna stóra a-ið í hinni almennu jöfnu fyrir keilusnið er jákvæð tala en talan hérna c sem er mínus 1/b öðru er sem sagt mínustala. En það er engin blandaður liður, það er að b-ið er 0 og þetta myndi þýða það að 4 sinnum a sem er jákvæð tala sinnum c sem er neikvæð tala, að 4 c er neikvæð mínus á það jákvæð. Þannig að þetta skilgreinir þá breiðboga. En hin jafnan sem vorum að skoða, hún var þannig að þar er a er 0 og b er 0 en við vorum x í lið sem að b er jákvæð tala, þannig það gefur líka breiðboga. Skoðum það þess aftur. Ef við horfum á þessa hérna jöfnu og margföldum upp úr svigum í huganum þá fáum við x í og þá sjáum við að stóra b-ið í hinni almennu jöfnu er 1. Svo kom einna línulegi liður mínus fasti sinnum x og svo annar fasti sinnum y og svo fasti sinnum fasti og svo hér er fasti. Þannig að b-ið er 1 hér og það er ekkert stóra a og ekkert stóra b í hinni almennu jöfnu. Það er gott að reyna að sjá þetta fyrir sér. Svoleiðis að við kíkjum bara á þetta sértilvik. X sinnum y jafnt og 1 lýsir þá breiðboga. Og þetta er sem sagt breiðbogi á forminu á þessu fyrra formi, x í öðru og y í öðru líður, mínus hér á milli. En það sem við munum miklu meira að nota er aftur á móti jafna þessari hérna-gerð. Stundum er þetta kölluð svona umhverfufallið, jafnt og 1 x. Ef við höfum x-ið hér, x sinnum y jafnt og 1, þá er það alveg jafngild jafna. Og þetta er sem sagt, þau höfum svona blandaðan lið í keilusniðunum eins og x í liði, maður líti á þetta sem sagt x í jafnt og 1, þá höfum við alltaf jöfnu eins og þessa ef við lítum á hnýta á svona sem að líkja svona eftir línunum y jafnt og x og y jafnt og mínus x. Svipaðu við sáum áðan þegar við vorum að skoða sporbauginn. En þetta eru breiðboga jöfnurnar sem við höfum mest áhuga á. Og okkur nægir svona einhvern veginn átt okkur á forminu. Við getum skrifað þessa jöfnu, við deilum hér í gegn með x mínus x0. Þá höfum við y mínus y0 jafnt og c á móti x mínus x0 og færum y0 yfir. Þannig við höfum jöfnu á þessu formi hér. Og með því að skoða þetta, þessi jafna hér ef að c er 1, hann hefur 2 greinar, það er lóðfella í x jafnt og 1, það er að segja
Það er ekki í formenginu, x-samtættin er ekki í formenginu. En ef að c er mínus 1, þá fáum við þessa hérna mynd. Og þetta er ágætt að setja á sig því þetta er ákveðlega mikilvægt fall í stærðfræðigreiningu allri. Og ef við skoðum þá almenna formið á þeim breiðboga sem við notum mest, þennan sem að hefur greinarnar með lóðföllum og lágföllum, að þá er þetta almenna formið. Og til þess að sjá til dæmis að lína deilt með línu er alltaf breiðbogi, þá getum við annarkvort notað margliðu deilingu eða skotið inn þeirri tölu sem er hér í nefnaranum, þannig við getum stytt út. Það er að segja x mínus 1. Ef við skrifum þetta nú þannig að ef við viljum hafa pluss 1 þarna og nú þá bara bætum pluss 1 við en draugum hann strax aftur frá. Þannig að x mínus 1 er sama og x pluss 1 mínus 2. En þá getum við klofið upp nefnarann, deilt x pluss 1 hér upp í x pluss 1, það er einu sinni, og eftir stendur það mínus 1 eða mínus 2 á móti x pluss 1. En þá sjáum við líka að lágfelluna, x0, hún er mínus 1, við vorum á þetta form hér, mínus x0 þarf að vera 1, þannig að x0 er mínus 1. Og c-ið er mínus 2, þannig að hann er svona vaxandi greinar, ef við lítum á þetta frá hægri til vinstri, eins og þessi blái. Og þessi ás hérna þýðir að upsilon getur aldrei tekið gildið 1. Þannig að það væri þá lágfellan. Upsilon getur aldrei tekið gildið 1, en það stefnir á 1 þegar x stefnir á óendanlegt. Þá er hérna með 2 yfir óendanlegu, þannig að upsilon stefnir á 1. Þetta er svona ágætt að rýna í og æfa sig að horfa á. Það sem að við ætlum hins vegar að skoða núna er almennt margliðu deiling, en annarkvort kunnum við hana eða þá að við beitum þessari innskots aðferð til þess að sjá að lína deilt með línu er alltaf breiðbogi. En margliðu deilingu þurfum við að nota annars staðar, þannig að við skulum rifja hana hér upp. Og við skulum þá skoða þetta sem við vorum með. Við vorum með x mínus 1 í teljara og x pluss 1 í nefnara. Og margliðu deiling, ef við bara rifjum hann upp, margliðu deiling. Nú við stillum þessu upp, eins og í venjulegri deilingu, við setjum nefnaran svona og deilum upp í teljaran x mínus 1 og svo gengur þetta fyrir svona. Hvað gengur x oft upp í x? Það er ju einu sinni. Svo margföldum við tilbaka. Einu sinni x er x, einu sinni 1 er 1, og það er pluss. Og svo þurfum við að draga þessa stæðu frá þessari. Og það er þá x mínus x sem er 0, og skrifum það ekkert. Og svo mínus 1 mínus 1 sem er mínus 2. Og við höfum þá afgang. Og þá skrifum við, já þetta er 1 heill og svo mínus 2 á móti x pluss 1 nefnaranum. Eða eins og skrifum við þetta áðan sem er alveg sama fullorðingin 1 pluss mínus 2 á móti x pluss 1. Og hafi þetta nú verið eitthvað upsilon, eitthvað fall, sem það var reyndar í þessu dæmi hjá okkur, þá hjálpar þessi framsetning okkur til þess að sjá að
Upsilon jafnt og 1 er þessi lárétta lína. Þetta er upsilon jafnt og 1. Og hvernig er þetta 0? Það er þegar x er mínus 1. Þannig að það er þessi hérna lína. Lóðrétta línan x jafnt og mínus 1. Þessi mínus 2 hérna segja okkur að greinarnir séu vaxandi. Þannig að þessi breiðbogi lítur svona út. Svona einhvern veginn. Þannig að við höfum ekki að rissað upp breiðboga og það eru akkurat breiðbogi á þessu formi hérna. Upsilon er jafnt og c á móti x mínus x0 pluss upsilon 0 sem við höfum mestan áhuga á. Rifum þetta snarlega upp. Ef að þetta er jákvæð stærð þá liggur hann svona. Ef að sé neikvæð stærð þá eru greinarnar vaxandi og þetta gefur okkur lágfellu og þetta gefur okkur lógfellu. Nú skulum séum bara nota GeoGebra til þess að teikna tvær myndir og segjum þetta gott breiðbogana. Ég ætla að slá inn breiðbogan upsilon jafnt og 1 á móti x og þetta er þetta GeoGebran og hún segir að þetta er eitthvað fall af x þó við höfum skrifað upsilon og hún þekkir þetta form. Ég ætla að skrifa núna upsilon er jafnt og ég ætla að hafa mínustölu hérna, segjum bara mínus 2 deilt með, ég þarf að hafa þetta í sviga því ég seti þetta inn, segjum bara x mínus 1 og svo pluss 2. Við skulum aðeins átta okkur á hverju við búumst við. Við búumst við lóðfellu í einum, hérna einhver staðar. Við búumst við lágfellu í 2, svona einhver staðar. Og það sem að hér stendur mínus 2, þá hefur við vonað því að greinarnar verði vaxandi í þessum fjórðungi hér. Lóðfella og lágfella skipta sléttunni allir í fjóra fjórðunga í rauninni mynda eins og nýtt nýtakerfi. Bara fært að hérna fært að hérna samkvæmt lóðfellu og lágfellu. En ég tún nú á enter og við fáum þá þessar greinar. Þetta þekkjum við framvegis. Og þá skulum við segja þetta gott keilusnið. Við viljum kunna að flokka þau. Það eru reglur það. Og samkvæmt setningu 2.2, skulum bara líta á hana. Og höfum svo alltaf þessi dæmi bara í huga sem við vorum að fara yfir. Hringurinn er þessi sem fær ekki númer. Hinir fá I og I. Að ef að A og C er sama talan og það er engin blandaðaliður. Og ef F er ekkert alltof stórt, þá höfum við hring og stillum þá upp fyrir jöfnu hrings og höfum hann í kollinum. Nú, sporbaugurinn, við fáum hann þegar þessi aðgreinir er minni en 0. Sporbaugurinn þegar aðgreinir er minni en 0. Breiðboginn þegar aðgreinir er stærri en 0. En þegar b í öðru mínus 4c er 0, þar að segja b í öðru er sama á 4c, þá fáum við fleygboga ef að önnur hver þessara talna er ekki 0. Og ef að þessar hérna báðar eru 0, þá fáum við tvær samsíða línur.
Þetta höfum við því að síðar meir þá viljum við geta unni með ferningsform í öðrum hnitakerfum eins og við svona rétt aðeins litum á og þá erum við fljót að greina hvaða form við fáum. Síðan þekkjum við staðaljöfnurnar fyrir hring, fyrir sporbaug, fyrir fleygboga og fyrir breiðboga. Þetta kemur fyrir aftur og aftur í allri stærðfræðigreiningu og í rauninni í allri stærðfræði. Svo leystum við hérna í einu myndbandinu annarstigs jöfnu, þar að segja fundum núllstöðvar fleygboga, við getum líka litið á þannig. Og við skulum þá segja þetta gott keilusnið.